Á Sturlungaslóðum í Skagafirði stendur Kakala-skáli, hugarfóstur Sigurðar Hansen sem hefur verið ötull í því að halda sögunum af stormasömum viðskiptum, Sturlunga og áspyrninga á lofti. Í dag erfitt að gera sér í hugarlund hvernig bændurnir í sveitunum söfnuðust í gríðarstórar fylkingar og börðust blóðugum höndum og Sigurður hefur lengi áformað að glæða söguna lífi. Þetta var svona líka markmið mitt og eiginlega hugsjón að halda sögunni, þessari öflugu miðaldasögu, Sturlungaöldinni fram og gera hana svona aðgengilegri og sýnilegri hér á þessu svæði. Við erum hér svona á miðpunkti þessara stór átaka sem urðu á þessum tíma. Við erum öryggsstaði hérna rétt fram í hlíðinni, Haugsnes hérna fyrir neðan, Flugumýri á hinna hliðina, Víðimýri beint á móti og Geldingaholt hérna til norður og sjáum hérna á Ási í Herranesi. Við sjáum ekki að Reynistaði þó við vitum hvað það er. Og svo náttúrulega Hólar hérna bak við okkur. Þannig að hér rauninni miðpunkt og hér var stór hluti af sögu 13. aldarinnar rauninni skráður hér á þessu svæði. Þetta hófst í rauninni með því að sviðsetningunni á Haugsnesbardaganum sem var afleiðing af tilgátu sem ég setti fram með það hvernig bardagan hefði borið að. Og í framhald af því þá fóru nú að koma fólk til að forvitnast þetta verkefni og ég fór að segja hér sögu aðdraganda Haugsnesbardagans og ég hef lett í málana líka og það var ekkert húsnæði, ég átti hér fullt af þökum þannig að ég fékk þá hugmynd að innrétta hér hluta af minkahúsunum mínum gamlu sem ég var búinn að afleggja. Þar sem áður voru minkar verður í sumar hægt að koma inn í hlýlega móttöku og hefja sögugöngu þar sem Þórður Kakali í aðalhlutverki. Sigurður hefur verið í samstarfi Jón Adolf myndhöggvara en þeir hönnuðu sýninguna í sameiningu og nú hefur þeim borist kröftugur liðstyrkur en fjölbreytt flóra listamanna eru saman komin í skálanum þessar mundir. Geturðu lýst því aðeins það sem þeir eru búin að vera bardúsa hérna í Kakalaskóla? Síðan við byrjum hérna 25. mars komum saman 14 listamenn með mér frá 10 þjóðlundum. Þetta eru málarar, myndhöggvarar, tréskörðafólk, tálgarar, bara nefndu það sko. Já. Og eldsmiður líka, ekki gleyma honum. Nei, einmitt. Og þetta verður svona hálfgert ferðalag í gegnum söguna Þórð, ekki? Já, áhorfendur verður bara leiddur gegn þar hljóðleiðsögn og hlustar á, gengur í gegnum, stig á stigi og þú sérð alveg frá byrjun þegar Þórður kemur til Íslands og síðan hans leið í þessari sögu. Já, alveg til enda. Til enda, já. Já. Það sem að talið að honum hafi verið byrjað eitur. Það er ekki sannað en það er flesta líkur sem bendir til þess. Jack hefur ferðast frá Bandaríkjunum til þess að taka þátt í verkefninu. So, how has this experience been for you as an artist? I've done many projects like this, but this one has been very different, and it's been a great time. 3 weeks in Iceland in the north, and working with some great people. So it's been fantastic, and the family has treated us very well. So it's an enjoyable thing to make art for them. What about the story of Þórður Kakali? Has it touched you in any way? Oh, absolutely, absolutely. It's digging into the history has been very interesting for me. Just finding the connections before and after, and being able to represent parts of the story in each chapter has been a great challenge. But challenges are what it's all about. Sigurður hefur rýnt og grúskað mikið í sögurnar og þreytist aldrei á því að segja frá. Hann segir mér að þráttur mikinn vilja þá komi einhvern tíman að því að hann hætti að geta sagt frá og þá vill hann að fólk geti upplifað sögurnar áfram í Kakalaskála. Ég eiginlega alinn upp með Sturlungu að hluta til. Það var hérna kennari, sögukennari og mikill áhugamaður Sturlungu og ég held að ég sækti það nú bara þangað, ég held það, það gerir sem kannski ekki alveg grein fyrir því að ég hef alltaf verið mikill áhugamaður sögu yfir höfuð og þá ekki síst Sturlungu. Þú hefur verið þekktur fyrir að semja ýmislegt. Getið þið plataði til þess að fara með einhverja vísu? Ég var nú að gera hérna eina vísu núna daginn. Það vantaði texta við eitt verki þar sem að
Kolbeinn ungi liggur á banabeði eftir að hafa fengið bringusárið sem hann hlaut í gleði sinni eftir að hafa gert förnámið hjá Sighvati á Grund og hún svona: það falla sverð og fallna brár, reknra manna, því illa gróa opin sár örlaganna. Já, Sigurði vefst ekki tunga tönn og við endastöð á sýningunni verður ljóð Sigurðar örlög Þórðar kakala til sýnis. Þórður var þarna hjá Hákoni konungi, sat að öldrykkju og hugsaði heim til Íslands með trega. Honum barst þarna orðsending það að hann ætti loksins að fá að fara heim aftur. Fagnaði svo rækilega að það þurfti að bera hann til rekkju kvöldið. En Þórður vaknaði aldrei aftur. Sagt að honum hafi verið byrlað eitur, en það var aldrei sannað. Ljúkum heimsókn okkar í Kakalaskála með tilvitnun úr ljóðinu Kakali í Konungsgarði. Ætt mín var smáð, vinir vegnir, föðurleifð stólið. Horfin hamingjan, hugsa ég heim í nótt. Horfi ég á hafið út og heyri þig kalla, ættjörn mín, óravegu. Ég flogin til foldar, fuglinn ratar heim.